Ég með nokkra spurningar fyrir hann nafna minn. Í fyrsta lagi þá mér langar mig til að fá að vita hvort hann hefur einhverja hugmynd að ég hef verið til. Einhver gaur sem heitir sama nafni og þú og hafði vitið því að skrá sig á já.is sé að fá mjög reglulega símtöl. Ég ekki að það. Þetta mjög, sérstaklega á sumrin á fæðistundum alveg 3-4 símtöl í viku. Alltaf eitthvað fótboltaæfingar og eitthvað. Ég spjallaði við ömmu þína í svona 15 mínútur. Afmælistæðin. Spjallaði við bara, hvernig hefur amma þína, by the way? Ég kom undirbúinn. Pældi því, ég tók tíma frá mínum frítíma og bara, já, og bara laði smá vinnu í þetta. Nei, ég segi svona. Þú ert eiginlega bara svona að byggja upp svona smá spennu, sko. Já, þú ert ennþá blautur í framan, varstu kannski að mæta seint eða eitthvað? Þetta var sjálfstraustið mitt. Það var bara rosalega mikil umferð og hérna... Það er brjálu umferð? Já. Hvað gerðist í dag? Ég veit það ekki. Ég já. Já, fastur í Skeifinu líka, sko. Ég var ekkert að koma eitthvað það langt undan, sko. Ég er ekkert að reyna að grilla. Ég stóð út í rigningunni svona fyrir utan líka, sko. Já, að gráta. Já. Af hverju er ég að gera það með þetta? Hann er aldrei undirbúinn. Vá. Nei, ég var að klára orkudrykki minn, sko. Því ég fór ekki taka hann. Nei, já, þú fokkaðir upp síðast. Já. Fyrsta þættin þá bara sullaði út allt. Já. Nei, manstu, þú gerði það ekki. Í fyrsta þættin þá... Já, í þættinum sem aldrei tengin upp. Já. Pröfuþætti. Já, þetta hét ekki svona, látt ekki svona það. Þá hét þetta Fíl og þú nenna, manstu. Já. Skulum ekki fara með út í það. Nei, en ég tók smá saman, sko, við erum eiginlega bara að fara að hlusta á annað podcast í dag. Ok. Velkomin í podcast, við hlustum á annað podcast. Þetta er til, það lítur að vera til eitthvað svona podcast sem er bara eitthvað að dæma önnur podcast. Ég veit podcast sem er ángriðs gaur í Bretlandi, sem að eina sem hann gerir er að dæma aðra, þú veist, tala Brian Callan og Joe Rogan eitthvað svona. Og það er bara podcastina. En hann er búinn að viðurkenna að, þú veist, það er bara það sem hann gerir og hann finnst það bara gaman. Og fólki finnst bara gaman að hlusta það, þannig að hann bara svona... Það er rosa mikið núna í dag, eitthvað svona reaction dæmi. Já. Bara ykkur gaurar að horfa ykkur aðra gaur að spila tölvuleiki eða eitthvað. Já. Þetta er orðið svo weird, sko. Þetta er orðið allt og skrítið. Já. Svo kemur eitthvað fólk sem er að reakta á fólk sem reakta. Já. Ég veit aldrei þegar ég er að horfa eitthvað TikTok eitthvað, það sem eru bara svona 4 skjáir og allir eitthvað svona, hver er að gera þetta myndband? Hvað er í gangi? Hvað er í gangi hér? En ég sem sagt var gestur í hlaðvarpi sem heitir Hemmi frændi. Já, ok. Þú veist það? Já. Þeir eru strákar að, þetta er Einar og Bjarni. Já. Þeir búa einhvers þar. Og búaði bara einhvers þar? Já, ég held það. Veita þeir hvað þeir búa? Einar reynda lítur út fyrir að vera heimilislaus. Ok. En ég vona hann heima einhvers þar. En ég fór til þeirra 2020. Ok. Og spjallaði þar við og myndist á að ég fái svona örugglega vikuleg símtöl. Já. Sem eru ætluð Arnór Daða. Ekki mér, heldur Arnór Daða Gunnarsinni. Já, ég skil. Ekki ennþá mér samt, sko. Heldur einhverjum Arnóri Daða Gunnarsinni sem er í Breiðablik. Já, ok. Þetta er búin að vera í gangi í mörg ár, 3, 4, örugglega 5 ár. Gæti ekki verið meiri, ok, sama nafnið. Gæti ekki verið ólíkari persóna. Gaur, það er það sem við erum að fara að hlusta á. Þetta er íþróttamaður. Þessi gaur er algjör A-manneskja. Já, það er ekki það. Hann talaði, ég hlustaði á allt podcastið. Nei, ég er að fara undan mér. Ok. Arnór Daði myndi ekki gera þetta, hann myndi ekki fara undan sig, hann myndi bara halda sig við punktinn. Nákvæmlega. En ég fór til að... Hvernig finnst þér að setja betri Arnór Daði en þú? Er það að fara að fletta upp einhverja Þórhalla? Nei. Þú er ekki gaur. Þórhalla með eitthvað. Nei. Já, ok, þú gæti verið bestu Þórhallur þegar ég pæli því. Fjanda kornið. Ég semst fór til að 2020 og myndist á að ég er alltaf að fá vikulega símtöl og mér finnst það bara gaman. Já. Ég til dæmis fekk símtöl á afmælistæðinans.
frá ömmans. Já, það sem að við spjöllum saman í 15 mínútur. Ok. Ég og hún eitthvað og hún svona rugglaðist eitthvað, þú veist, ég held að hann... Hvað er þessu bankareikningur þinn? Ég ætlaði að kynna þig smá ammælis pening. Já, guðri, vá. Og þú tókst pening frá þessar gömlu konu? Nei, ég hefði samt átt að gera það. En ég er bara alltaf heimskur. En ég sem sagt myndist á þetta 2020, svo fór ég aftur til þeir daginn. Ok. Og við tölum eitthvað smá meira þetta. Svo fekk ég skilabóð frá þeim. Það sem að þeir voru búin að hafa samband við hinn Arnór. Já. Og buð honum bara í podcasti. Ég fekk svona smá fyrst kvíðan út í maður, ég bara, hvað er að gera? Og svo svona, nei, þetta er fyndið. Þetta er ógeðslega fyndið. Og mér hlakkaði til að heyra hvað hann segir, sko. Já. Þannig ég tók út bara snippu að þessu podcasti. Ok. Og já. Er hann að trastalka þig, eða? Hann er ekki að því. Er það svona eyðilega líf hans? Hann hljómar er svo mjög fýtgur. Okay. Hann er ekta Arnór það. Þannig að við hlustum bara hérna. Okay. Þetta er svo fyndið tilvík af hverju þú ert í þættinum út af því að sko maðurinn sem verið að ringi og leita að þér, hann er kannski ekki mest í íþróttum. Nei. Og hann er mjög langt frá því að vera í íþróttum. Hann er að fá símtöl æfingar og að dóttir foreldra komist ekki á æfingu. Já, ég er með smá bút þetta bara í símanum mínum, ef ekki bara hlusta á það sem Arnór hefur að segja, og hann minnist á ömmuðina líka, sem er gaman af því þú gerði það fyrir það bara en ef ekki bara spila hérna, ég er með nokkrar spurningar frá Arnóri. Já, ef það heyrist nógu vel. Já, ég blasta þetta og ég veist að falli þá fiffa þetta í post. Ég syns að hann bað mig að senda klippu og með einhverja spurningar fyrir hann Arnór dag. Arnór að spyrja Arnór. Já, en Arnór dag þarf allan að heyra í Arnór dag. Já, ég skal reyna að fiffa þetta með svo. Sett þetta á blastið hérna. Blessaður nafni. Það er gott að við séum loksins að kynnast og að sé ekki beinlýs á staðnum. Það er með ykkur í anda. Sælir hemmi frændi. Ég hef með nokkra spurningar fyrir hann nafna minn. Í fyrsta lagi þá mér langt til að fá að vita hvort hann hefur einhverja hugmynd að ég hef verið til. Ég er einhver gaur sem heitir sama nafni og þú. Og hafði vitið því að skrá sig á já.is sé að fá mjög reglulega símtöl. Ég er ekki að þetta er mjög, sérstaklega á sumrin á fæðistundum alveg 3-4 símtöl í viku. Alltaf eitthvað fótboltaæfingar og eitthvað. Ég spjallaði við ömmu þína í svona 15 mínútur á afmælistæðin. Spjallaði við bara hvernig hefur amma þína, by the way. Hún reyndar hélt þú værir í körfubolta sem var rosa spes. Því allir aðrir sögðu mér að væri fótboltamaður. Já. Þannig ég var svona eitthvað að leiðrétta ömmuðin í síma. Nei, hann er í fótbolta. Nei, hann spilar körfubolta líka. Já, hún var ekki að trúa mér, sko. Já, kannski, sko. Hvað er þú Arnór minn? Hljómaði eins og hörku kona. Svo langar við líka að fá að vita hvort það var stofnað einhvern mann svona pílu eða frisbeegolfdeild innan Breiðabliks, að því að hringdi einu svona gaur og byrjaði bara að pitcha hugmynd. Man ekki alveg hvað íþrótt að væri minnir að var einhvern píla eða frólf. Og ég svaraði síman, hann bara, blessaður, ég langar til að stofna nýja deildina Breiðabliks, blablabla. Okay. Hann ætlaði ekki að sleppa mér síman. En ég hlustaði bara að pitcha í róleitum. Var í pásu í vinnunni og ég var ekki tími í þetta. Ég hlustaði. Það gaman aðeins. Síðast en ekki síst langar mig bara að fá að vita allra drullar á já.is. Arnór, hvað það? Vissirðu af Arnóri? Já, hérna koma svörin frá honum Arnór dag. Ok. Segðu sko, þetta er smá skrítið að því að það sem er að fara að koma og hversu mikið við tengjumst er grillað. Ok, er þetta bara eitthvað geðt weird? Já, þú veist, ég ætla ekki að svona... Ekki hæpa það dóma? Nei, ekki, en samt, þú veist, þetta er, bara gjör svo vel. Já. Ég man nú reyndar ekki hvað ég var gamall því ég vissi að ég ætti þarna alamna sem var bara 1 ári eldri. Það hafði ekki verið bara 12 ára eða eitthvað. En svo fór ég að heyra það svona í seinni tíð frá því að fólk náttúrulega sem hringdi fyrst í hann og náði svo í mig, þá var að segja, ég var að tala um alamna en eitthvað. Þannig að jú, ég er búin að vita hann í nokkur ár og það sem ég kannski fyndi vita, hann náttúrulega er þetta frá Hauganesi rétt hjá Dalvík og ég man náttúrulega í þættunum þegar þið voru að tala við hann, þá rifið það eins upp sko knattspyrnuferilinn minn. Ég spilaði semst með Dalvík 2015
Þannig að ég var stattur ansi nálagt alanda mínum og í rauninni spilaði ég og æfiði mest á velli sem í rauninni við afleikjaran út á Hauganes. Þannig að við vorum óvinni nálagt allan eitt sumar 2015. Þetta sko, hann var í grunnskólanum mínum. Það var bara fótboltavelli beint fyrir framann. Hann var að æfa þar á sama velli og ég vann við að slá. Varst þú þannig 2015? Ég var reyndar á Akureyri. En ég kíkti alveg heimsókn til ömmu og svona. Já. Var hann hjá ömmu þinni? Hann nefnilega var það að tala við ömmu mína sem er ennþá grillar. Þau voru að deyta. Hvað til amma mín að segja mér? Arnór hætti í skóla aftur. Hann er eigin. Og hann er ekki í körfubolta. Heyrðu. Þannig að það er skemmtileg tilviljun. Já. En hefur einhver hringt í þig og beðið þig að koma á uppstand eða eitthvað svona? Sko, það sem ég verð að taka fram er að Bjarni og Einar þeir eru frábærir, en ég líka með nokkra klippur af þeim það sem þeir hljóma. Svo fáið þetta. En já, svona spurningar eru algengar í Heimafrænda. Nei, það hefur aldrei gerst og kannski ég mitt ástæðan fyrir því að náttúrulega ég er ekki hjá.is. Nei. Það mjögur ekki, það er alveg rétt. Já, akkurat ekki nema og kannski. Þetta eru glástaðlega, hann spurði ekki þessa spurningu, þetta er ekki frá honum. Það væri þá ekki nema fólk myndi þá googla mig og þá kæmi upp, núna er reyndar símarómunum mitt komið semst inn á bara Breiðablik síðuna. Heyrðu þetta? Inn á Breiðablik síðunni. Já, við ætlum ekki að gefa neitt í skinn hérna, nei. Þetta er hérna þjálfari og íþróttustjóri þannig að algjörlega. Kannski núna þegar hann er að fara, hann er náttúrulega bara stækkandi með hverju mánuðinum í sinni heimsfræð með uppistandi, þannig að það getur vel verið að ég fara að fá símtöl núna í komandi tímum. Mér er þetta svolítið gott, ég veit ekki, er það að spyrja ömmuna núna? Já. Ok, og við langar bara að vita sko, eftir röglega þetta símtal við Arnór uppistandara, sagði amma en einhvern tímann eitthvað við þig svona, hefði, já, takk fyrir spjallið eða eitthvað. Já, hún sagði mér um líka, þá náðu í mig náttúrulega eftir á og þá sagði mér hún að vera að tala við Alanda minn sko. En hún fór nú kannski ekki alveg það djúpt í þetta og vildi kannski ekki viðurkenna, hún hefði ekki vita hvað íþrótti var að æfa eins og körfuboltan eða hvernig sé það, en amma mín hún er algjör meistari en ekki alveg með hlutin alltaf alveg á hreinu sko. Nei. Ég get alveg svara þessu sjálfur með við allavega heima síðana, en það var stofnuð pílu eða frisbeegolfdeild innan Breiðabliks. Það er ekki búið, en það er búið að tala um þessa píludeild alveg í þó nokkuð tíma sko, þannig að það getur vel verið að það veri gert á næstunni. Allar að drulla á já.is var spurningin, ég meina núna þau ert orðin íþróttastjóri Breiðabliku, það er ekki komið tími til að henda sér inn. Ég sé ekki alveg þörfin í því sko. Mér hefði þótt eðlirar að vera þarna frá byrjun sko, heldur en að fara að byrja núna því að ég fæ eins og Arnór nafni minn hefur lent í alveg nóga símtölum, þannig að mér erst alveg ég skipti borðið þitt að kvötta eins á það og vera ekki að bjóða upp á enn fleiri sko. Já, ég skilði. Þetta er alveg rosalega góða punktur að þú veist hver er að skrá sig á já.is núna. Já, svolítið seint sko. Já, sérstaklega þú ert allspaðin í Breiðablik og eitthvað. Nákvæmlega. Þessi gæjar, já, hann er 1 ári yngri en ég og hann er bara einhver svona fórstjóri og svona, hann er með allt frá að til ö. En þú veist, þú þarfst eiginlega að vera með númeri hans bara, veist það, þegar er hringt í þig. Ég ángríns er að pæli því. Já. Ég er ángríns að pæli að hafa ég er ekki þessi farsæli Arnór ég er þessi sem er í podcasti með Þóralli. Lífið mitt er alveg niðurleið. Líka, svo þor ég ekkert að ég með datt í hug svona ef einhver svona allar að bóka mig og gig eða eitthvað og ég að gefa vittlust númer það ætti að láta sumaliða bara hafa númerum mitt. Nákvæmlega. Hann getur hringt í hann svona, ertu laus hérna og síðan ekki hringt að þið. Sko þið þurfið að hittast. Já, það væri kannski bara fínt að hafa hann sem gest hérna. Hvernig væri það? Aldrei að vita. En ég er með nefnilega, eins og ég sagði hann, ég hlusta á podcastin, það voru svona nokkra klippur sem að svona persónuleiki Bjarna og Einars skína í gegn. Hérna er Bjarni að tala um hvernig það er svona að bæta jaðarsport íþróttum í Breiðablik. Jaðar íþróttafólkið, leða rafíþróttinar eru það að vera svona, fá rafíþróttinar að taka þá viljum við koma inn með kringlukast eða skilju, eitthvað annað. Já, kringlukast er náttúrulega bara undir frjálsónum hjá. Ég var að reyna að finna bara eitt. Já, þú veist, ég var að reyna að finna svona einhverja ekki íþrótt. Já. En
svo kemur Einar líka með, af því að ég held að Einar sé, þú veist, frá Njarðvík eða eitthvað, sko. Þannig að hann þekkir höfuðborgarsvæði ekkert rosalega vel. Nei, rosalega langt frá, sko. Rosalega langt frá. Hann hefur aldrei komið, ég held að hann ferðist meira á bát. Já. En hérna er Einar að kasta spurningu til nafna. Ekki óheppilegt að vera með skotfimi, Breiðholtið í Kópavogi, eða ekki? Nei. Þetta er svo... Breiðholtið í Kópavogi? Breiðholtið í Kópavogi, ég vissi þetta ekki. Sko, mér líka ágætlega við þessa menn fyrir þetta komment. Ég úr Breiðholtinu. Já, og þú ert móðgæður fyrir hönd Breiðholts. Já. Þetta er líka þessu við Kópavog. Nei, bara, þú veist, þetta, þú gerir ekki svona. Nei. Eða, sko, ég er ekki Breiðholtinu, ég er úr Seljakörinu, sko. Já, ég veit ekki hvað það þýðir, ég er á norðan. Ég ángríns veit ekki hvað er Seljakörið. Það er í Breiðholtinu, en þú veist. Varst ekki að segja, býtu nú við. Nú er það að rugla mig. Sko, Breiðholtið er Bakkanir, Hólanir og Seljakörið. Ég veit hver efra Breiðholtið er. Já. Dúfnahóla 10 er ekki til. Nei. En Dúfnahólar eru til. Dúfnahólar eru til, en ekki númer 10. Já, númer 6 er til. Ekki. Akkur er það eitthvað merkilega en 4. Ég er að segja það, sko, að vera norðan og keyra svo fram hjá Dúfnahólum er merkilegt. Sérstaklega þegar þú horfir á Sódóma Reykjavík, allir að fara að sé hann á 500 sinnum. Þannig að það er rosalega... Svo, sko, það er Breiðholtsbrautin, sko, Seljabraut. Já, Breiðabrautin. Já. Það er hinum minni Seljakörið. Já. Það er, sko, besta körið, sko. Já, síðan kemur Kaupakörið. Svo nú er allir brjálæði sem eru fellunum og hólunum og bökkunum. Já. Þeir verður núna brjálæði út í mig að því ég er eitthvað að segja Seljakörið sem best, skilur. Já, ok. Það er eitthvað, nei, fellunum er best. Já, þannig að þetta verður svona, það er rígur, sko. Já. Innan. En svo ef ykkur annar bökur okkur, þá stöndum við öll saman, sko. Já. Þannig við erum Breiðholtið, en svo er þetta svona innan Breiðholtsins, þá er það Seljakörið, fellanir. Þú ert ekki úr álveru Breiðholt. Já. Þannig að það er alveg kósi, það hljóma gaman. Ég er ekki með þetta þannig. Þú er bara, ég er Hauganesi. Já, ég er Hauganesi, það var enda rosalega mikil rígur á milli. Eina skipt sem hringdi mig, það er þegar ykkur heldur að ég sé annar Arnóndaði. Það er þetta sorglega satt. En svo líka, þetta er komið á þann tímapunkt að þegar ég svara númeri sem ég þekki ekki, þá segi ég bara, manneskjan byrja eitthvað að tala yfir og býtu, þú veist, ert að leita Arnór í Breiðablik? Já. Og þá er þetta bara stjúpafnin. 90% er já. Hvað heitir þú, eða þú veist, hvað ertu skráður inn á já.is, hvað ertu skráður sem? Arnór Daði Gunnarsson. Já, hvað? Bara, þú veist, uppistandari? Nei, Rauðhaus? Ég held ég sé skráður Geirvörstu nagari? Forstjóri Breiðabliks. Átti ég ekki að gera það? Þarna er kannski mögulega miskilningurinn, sko. Já, gæti verið. Sko, það er hægt að skrá sig hvað sem er. Það er, já. Það var fyrir nokkrum, það er fullt af fólki sem er bara eitthvað svona mjög weird starfsveiti. Þeir nefnilega að tala það í Hemmafrænda. Einar kemur með, hann þekki mann sem að sem sagt heitir, þú veist, Geir Guðmundsson. Já. Ekki tamningamistari. Já. Að því er einhver annar gæði með samanat sem alltaf er. Já, þú er að gera ekki íþróttamaður. Já, Arnór Daði Gunnarsson, ég er með allt niður um mig. Antisportisti. Já. Arnór Daði Gunnarsson. Arnór Daði, úr formi. Já. Arnór Daði er móður að skrifa þetta. Hvernig voru? Og ég bara, þú ætti að vera vinur minn. Já. En hérna er þetta Arnór Daði Gunnarsson. Þetta er bara mest lame. Wow, þú er ekki eins og uppistandar eða eitthvað. Nei, á ég að gera það? Má sjá, en Þórhallur Þórhallsson, ég held að ég sé skara uppistandari. Sjá. Skoðum það. Frostafold 21. Það er mjög langt sem ég bjóð þar. Já, uppistandari. Já. Þannig að fólk veit, já, þetta er engin íþróttamaður. Já, nei. Þetta er engin miðill. Já, þessi gæði með allt nefnir sig. Þetta er engin miðill. Jésús. En ok, ef þú skrifur samt ekki, það er svona að því, hversu margir komið svona eitthvað ekki þessi, skilur við? Bara skrifa ekki á já.is. Já. Er ekki sko, ekki system, ekki spurninga ef
Sigurður Hilmarsson ekki frá Siglufirði. Vá, Aron Fannar Rúnarsson ekki trommuleikari. Ásgeir Páll Ásgeirsson ekki útvarpsmaður. Nákvæmlega. Vá, Brynja Stefánsdóttir ekki dönskukennari. Daniel Jónsson ekki tamningamaður. What? Einar Sveinbjörnsson ekki Ok, hversu margir að ringja í dönskukennara? Já, hver ringir í dönskukennara? Hvað þýðir flugskóm? Hún hlýtur að vera heim. Hún hlýtur að vera heim. Hvað freudian slefa þetta? Hvað átti þetta? Ég veit það ekki. Hvað þýðir flugskóm? Við erum svakalega vandræði með þetta dönskukennarinn? Nei, ég er búin að segja. Það er alltaf að ringja í mig. Ég er ekki dönskukennarinn. Get ég fengið að lifa lífið minni í friði? Ég kenni sænsku. Það líka gerir þetta miklu verra þegar fólk alltaf að byrja símtalið á dönsku og það eitthvað svona, býtu, hei Guðrún Issa Sigurðardóttir ekki rithöfundur. Það, vá. Ekki læknir, ekki leikari, ekki hestamaður, ekki lögmaður, dómari, nörd og ekki fréttamaðurinn. Ekki trésmiður, ekki framsóknamaður. Þetta er svolítið depressing. Tæknir, já, nákvæmlega, fólk er bara svona Nei, ég er ekki successful. Já. En kannski er þetta fólk mjög successful, náttúrulega bara sínu sviði, sko. Hérna er samt Ívar Guðmundsson tæknistjóri, ekki útvarpsmaður. Hann er alveg sáttur með að vera tæknistjóri. Já. Ég er tæknistjóri, ég er ekki þessi frægi útvarpsmaður. Akkur er Ívar Guðmundsson með opin augu? Það er bara nóg. Ok, ég er að leita þessu með logoaugun. Ívar Guðmundsson, ég lít ekki út fyrir að vera að horfa í sólina allan daginn. Sem gera náttúrulega cool. Hann kemst upp með. Já, hann er svona, hann veit eitthvað meira en aðrir. Maður eitthvað, hann grunar mig eitthvað. Hvernig, hann veit hvað ég gerði að mér í gerð. Nei, hann er smá ný vaknaður. Hann var geggjaði svona rannsóknarlögreglu maður. Já. Hvað fannst þú að kvöldi hins 15. Ég játa allt. Já, bara. Ég sé á þér, þú veist allt. Ég var í vinnunni. Svo bara. Ok, ég var ekki í vinnunni, ég get ekki. Hann er mér alltaf svona með svona, þú veist, er allt teikt hérna. Ég veit ekki eitthvað að gera grína hann, maður myndi hlusta á þetta og pakka okkur saman. Þetta er einhver sjúkdómur, sko. Nei. Jú. Þóraður, akkur er þetta að gera grína þessu? Ég er ekki að gera, mér finnst hann cool. Ok. Það er ekki það sem þú varst að segja fyrir þáttinn, en ok. Vá, áður byrjum þáttinn. Með hans að ræða. Ívar Guðmund. Ég bara, Þóraður, látt hann í friði. Hann er með sjúkdóm. Nei, hann er mjög fíkur. Já. Ég ætlaði að finna fyrir okkur. Þú sendið mér þetta aldrei skemmtilegt myndband. Sem ég var líka niður hliðin á Köru. Ég sá að ég hló svo hátt að hún vildi sjá hvað það væri. Ég vissi að hún myndi ekki finnast fyndið. En ég samt aftur á móti. Þú varst. Já, þú veist, á ég að segja nei, þú mátt ekki, þá er þetta klám með eitthvað. En þetta er ekki klám, en þetta er bara spöng. Sko, ég sýndi konu minni þetta, hún er eitthvað, hvað er þetta? Hún held að þetta var, sko, já, nú veit fólk ekki hvað hún tala um. Nei, við ætlum að byrja á að, sko... Þetta er svo steg. Oh my god. Nei, það er stjarna fyrir stjörninni. Stjarnan, já. Hvar er Valli? Tattoo. Ég tók, sem sagt, bara sína myndbandi hérna núna, sko. Já. Þessi frétt, þessi kall sem fekk sér Valla í Spönginni. Hvað er Valli? Hann er í Spönginni. Kara var að segja mér daginn að hún vissi ekki að Spöngin væri orð yfir þetta svæði fyrir en bara hún var ólétt. Já. Þannig að hún skildi aldrei í grunnskóla þegar krakka voru eitthvað svona. Akkurat er alltaf eitthvað í grái. Já, hvað er í grái? Spöngin er uppnaði. Hvað er svona að fyndi? Það er Spöngin í grái. En þetta er alveg djarft múf og líka
Þetta alltaf ógeðslega vont. Þetta, já, sko, maður fær alls konar heimskulega, þú veist, hugmyndir. En svo actually að panta tíma. Já, framkvæmda. Og mæta. Já. Og rífa svona litla rifi á nærbúksan þæginar. Já. Að þú veist svona, gætur þú tekið þetta upp fyrir mig? Já. Mér langar að setja þetta á internetið. Auðvitað það verður að láta þetta. Að sjálfsögðu, þú veit ekki að fara að láta þessa spöngur á síða, sko. Hann var ekki að gera þetta fyrir sjálfan sig. Og eitthvað svona, þetta bara fyrir mig, þetta mjög persónulegt. Þessi maður að gera þetta til að gleðja þjóðina. Já, já, nokkulega. Hann hetja. Spöngin hans hefur glatt þjóðina. Hvað hefur spöngin þín gett fyrir þjóðina? Ekki neitt. Hún hefur bara verið milli pungs og raskats. Og ekki þjóna neinum tilgangi. Nei, ekki það held ég ekki. En svo, þetta er þetta gaurinn? Þetta er gaurinn. Ég var bara búin að sjá spöngin hans. Ég var bara búin að sjá andlitinu á hann. Hvaðan kannast ég við þig? Já, mín aðeins zip. Já. Leð mér að sjá spöngin hans. Hann fekk sér valla á spöngin. Hann er náttúrulega komið með geggja pick-up-línu. Já, sem Viltu finna Valda? Valla. Valli, já. Valdi. Viltu finna Valla? Valli við falinn. Valli í spönginu. Jésús. Þetta er alveg litað og allt, sko. Já, ég er samt ekki að djóka með þetta hlýtur og ógeðslega vont. Er ekki fullt af taugum aðna og eitthvað? Já. Ein hérna. Já, þetta benda út, ég átt að sjá þetta. Þetta er byrjun á stjörnina. Já, þetta er bara hann fekk sér smá tattoo á raskati. Það snerti smá raskati. Naflin á alla er raskat. Oj maður. Það var Valli kúka maður nafla á hann. Lífið hans Valla fór virkilega downhill. Wow. Oh my god, þetta er fyndið en að horfa á þetta svona lengi eins og við erum búin að gera núna. Við erum búin að horfa allt og lengi á spöngina á þessum. Ég er búin að skrolla upp og niður og búin að skoða þetta grann. Hætt að skrolla spöngina á honum. Og svo hann einbeittur og ekkert svona, bara þetta er annar dagur í vinnunni. Já, hann hefur fengið skrýtnari, þú veist, hann hefur gert skrýtnari tattoo, býst ég við sko. Þeir eru öllu vanið þessi tattoo gerða menn. Já, svona sól í kringum stjörnuna og eitthvað. Já, nákvæmlega. Þessi gæi hefur tattoo að raskat aður, sko. En svo fer þetta. Hvað gerir þú í vinnu í dag? Raskat. Ég gerir raskat í dag. Ég gerir ekki raskat í dag. Ekki neitt. Það var bara spöng. Ég kíkti spöngin og Já. Hvað myndir fá þið svona tattoo fyrir 1.000.000 lírur? Já, að þeir borga mér, hvað eru lírur? Ég ekki verið að spila þennan leik við mig, sko. Ef það væri borga mér fyrir að fá þetta tattoo, myndi ég örgulega gera það? Já, hvað þetta borgaði mikið? 50 skall. Ég veit ekki. Þú veist, ef ég mætti biðja meiri pening, myndi ég gera það. Þú myndi bara gera þetta fyrir 50 skall? Já, nei, kannski ekki, ég er góður í þessum mánuði. Já, í næsta mánuði bara fyrir 5 skall. Já, ég meina, þú veist, það hafa alveg verið mánuður, það sem ég hef alveg hugsað, þú veist, vá hvað ég myndi fá með tattoo í spöngina fyrir 50 skall. Já, þú með tattoo það ekki? Ekki á spönginni, ég veit. Nei, ég veit það ekki. Nei. Segi ég bara, ég veit, ekki með í spönginni. Tattoo er á með spönginni í svefni. Ég er með eitt tattoo, þú varst að fá tattoo um það. Geti gert svona gangbrut á spöngina. Semst frá raskanduna upp í pung, eða frá pung, eða skiptir það máli? Nei. En af hverju? Hvað á það því það? Ég veit ekki, bara eitthvað. Bara fyndið þið eitthvað. En þú verður að toppa þennan brandara. Já. Það má ekki bara vera stigi. Nei. Það verður svona, svona labba milli. Já. Nei, hvað er Valli? Þú fannst Valla, þú veist, þetta er mest faldni staður og líkamann. Já. Þetta er brilljant, sko. Þetta er brilljant. Þú voru að fá þér eitthvað betra. Já. Hvað er betra en Valli í spöngina? Fá þér logoið að spönginni. Á spöngina? Já, á spöngina. Logoið á spöngina er svona bogi og það getur verið frá pungnum svo spöngin og upp í raskat. Þórhallur, við verðum milljónamæringar. Hver var það að borga? Þú varst að tala, þekkið þú ekki einhvern gaur og þú var að borga fyrir tattoo? Spöngin bara sjálf styrkir mig. Já. Vá. Það er eitthvað.
svo bara fyrir neðan logoið í spönginni verður bara raskandi af mér. Ok. Við þurfum að hugsa þetta eitthvað aðeins betur. Ég held það. Þetta má ekki vera hráhugmynd í live podcasti. Nei, ok. Svo maður sé marga gera svona, þú veist, eins og gosa eða eitthvað og þá Lillemann, þú veist, nefið á honum. Já, þú tala Pinocchio. Ég var að hugsa, þú veist, gosi, kongur og lauf og... Nei. Og fíl, getur verið með fíl þá þetta raninn, skilur. Já. Fyrir eitthvað lítill ranni. Það típist. Já. Hvað með að þú færðir, að því að Smáralind lítur út eins og tippið ofan, að þú færðir Smáralind á tippið og það engin pungur að því. Ok, hugsa þetta aðeins betur. Gerivart aðri perlan. Þú færðir perlan og gerivart okay. Þú færðir Smáralind á bibbaling. Já. Spöngin í spöngina. Já. Hvað kringlan? Þú veist hvað kringlan Þú veist hvað kringlan Stjörnutorg, baby. Oh my god, ég vil fá spons frá öllum. Já. Þú verður ríkur. Já. Við erum að tala yfir 150.000 krónur. Já, ég bara... Og þú fær bílaleigu. Líka skrítast að spons alla tíma. Þetta ekki eins og þú veist, þetta bara staðir. Já, þeir eru að fara að koma, fólk er að fara að koma Þetta er ekki eins og þannig sem fyrirtæk eða þú veist, Nei. Ég bara með ekki kringluna, Smáralind og spöngina. Þetta samt eitthvað fyrirbæri, þú veist, Smáralind auglýsir sig alveg. Það einhver sem hann haldi utan með það. En ég efast að þið séu Smáralind eða eitthvað langur til að borga mig fyrir að setja. Ef þið borgið tattúið, þá fær hann sér það. Þú eru ekki að greiða honum neitt. Þetta verður ekki dýrt tattoo. Við vitum alveg að fólk er ekki að fara að sjá tattoo, er ekki að fara að sjá perluna og stjörnutorg á raskatuna á Þóralli og hugsa eitthvað svona, hvað með langar að fá með Dominos pizza og stjörnutorgi? Hvað er á stjörnutorgi núna? Ævintýraland með upp í stjörnutorgi. Já, velkomin í Ævintýralandi mitt. Fullt af balls þar. Maður verður bara þyrstur að hlusta á þetta alls saman. Já, þetta ríkalegt maður. Já. En já, talandi fyrir máttur í Hemmafrænda, þá þetta sem sagt, eru þættinni sko. Ég er akkurat núna fyrir það sem er að hlusta og horfa, ég er að fletti gegnum þættinni á Hemmafrænda á Podbean. Hérna þáttur 73, Hemmi fær Arnór og það var þátturinn sem ég kom í síðast 12. september. Arnór þetta er lýsingið þeirra. Arnór Daði Gunnarsson er grínmanneskja, er næs, líklega gestur. Honum er boðið aftur í þáttinn því hann hagaði þessu svo vel síðast. Aðrir eldri gestir fá jafnvel ekki boðið aftur. Google bara Big Small Town Kid, það er gott stöf. Nice. Svo kemur þessi Arnór. Arnór Daði Gunnarsson í Breiðablik. Er myndað hann það? Það er myndað hann við þú sér þérna, þú veist, þetta er alveg ekki ég sko. Hann er sætar en þú líka. Já, þú veist, auðvitað ef hann er íþróttakur í Breiðablik þá er það hands down og síðan er hann bara, þú veist þeir segja í þættinum. Hann er huglað með ótrúlega stóra Smáralind. Er þetta cancel okkur? er þetta getur þú veist netið bara sagt eitthvað, nei við þurfum ekki svona rugl. Þetta er of skrítið fyrir netið. Já. En lýsingin þeirra á honum, Arnór Daði Gunnarsson er töluvert betri manneskjan en alnafni hans. Hann hefur verið afreksmaður frá unga aldri, snertir ekki sukk og er komin faglega mun lengra í lífinu. Men, þú veist, já, en hann býr ekki í bílskúr. Ég er reyndar að leigja að hann sko. Hann ábíl sko. Þegar hann tók rétta beygju í lífinu, tók hinn Arnór ranga beygju. Þetta er vittlýsingar. Tók hinn Arnór ranga beygju og þær beygjur voru margar og flest út af brautinni. Dæmi hver fyrir sig, en þessi Arnór hefur greinilega fengið öll góðu genin við nafngiftina. Wow. Þetta er auðvitað engin keppni, en Hemmi frændi veit núna hvaða hest hann setur peningana sína á. Wow.
það er bara að rakka þig niður. Já, smá sko. En það er svona, en ætli hans lausi að þú taka podcast með mér? Ég ætla að skipta mér út. Veistu hvað þér myndi líða illa í kringum svona gaur? Já, þú getur ekki verið að tala um spöng. Nei, hann er okay. Hann er eitthvað maður ræðir ekki svona. Vaknar ekki klukkan 6. En hvernig hefur þú tíma til að fara út að hlaupa? Og þú eitthvað Kúkur piss. Þetta getur við rætt þetta eins. Ég með hérna gráðu í sálfræði líka. Örugglega sko. Hann talaði með í podcastinu, hann hefur farið 5 sinnir í bæði að dema á ævinni. Þú ert búin að fara 5 sinnum í þessari viku. Ok, fyrirgefðu. Við vorum saman. Ég var að þetta. Við vorum saman. Ég fór á sýningu helgina því ég var á line-upinu. Já. Og þú mættir. Já. Og þú varst nú í stuði. Ég var í stuði. Ég veit ekki hvað langt sem ég farið út. Já. Og bara fara út til að skemmta mér. Já, má nú leyfa sér. Af því að yfirleitt bara undanfarn ár, ef maður er farið út, þá er einmitt að því maður er með uppistand einhvers staðar. Já. Og maður er að gera eitthvað, þú veist, þannig að, þú veist, en þarna var ég bara að fara út að njóta. Já. Ég var að horfa á Dan Sarin í kjól. Já, já. Tók sér mjög vel út, flottur. Já. Þú varst flottur. Takk. Þú varst mjög fyndin. Já. Og svo það var flott sjó. Já, ég er samt... Ein allsberg kona. Það var ein allsberg kona. Já. Held yfir ykkur rauð vökva. Má ég segja viðbröði? Já. Því að þetta er það að finnast það. Ég meina þess að sagði köru þegar þú kom heim. Já. Bara eitthvað, þú trúir ekki hvað þú voruð ekki. En... Þetta ekki hvernig það... Þú varst í símanum, þú veist, við vorum annars slæðið svona eitthvað að spjalla saman að því að var ekkert í gangi kannski ekki bara svið, við vorum svona eitthvað kvíslað, þú varst að sína mér skilabóð frá móður þinni og þú klárar ekki eins og sína mér að þú varst eitthvað, hei, Arnór, séu það hérna, mamma var að senda mér, bla bla, og það er kona upp á sviði sem er bara með svona teppi við sér og er eitthvað að dansa og á meðan Þórhallur er að sína mér svona eitthvað, mamma hérna var að senda mér svona, þá tekur hún teppið af sér og hún er butt naked. Algjörlega. Og þú ert að horfa framan í mig og leið og teppið dettur af, þú serði þetta bara svona með jaðarsjóninni og leið og teppið dettur af, þá stendur upp og öskar What? What? En þú veist að þú stóð samt ekkert út úr að því að það gerði þetta svona 5 mann samleginni. En að bara finna var að þú varst ekki að fylgjast með, þú varst bara eitthvað, hérna er mamma að senda mér What? Ef það er nakin mannskeikustar og teki eftir henni. Já, það er enda rétt. Já. Og þú stoppar alltaf til að horfa líka. Já, þú stundum brýst inn til fólks til að sjá það nakið. Mjög oft. Nei, svo kom ég svona daginn eftir tala konu ég sá allsberg konu í gerð. Hún eitthvað, er þetta þín leið til að segja mér og að haldi framhjá? Ég eitthvað, nei, ég bara sá allsberg konu. Ég sá allsberg konu. Og var upp á sviði. Svona að halda samviskunni hreitni. Já. Ég virði það. Já, ég var það að láta hann vita. Já. Ég sá aðra konu lækta. Óheppilegt að vera með skotfimi, Breiðholtið í Kópavogi, eða ekki? Nei. Þetta er bara, þetta... Og hvað skotið þetta? Akkur má ekki vera með skotfimi í Breiðholtinu? Brandarinn var að þið í Breiðholtinu eru villimenn. Já, bara öll að skjóta hvort annað. Já, ég meina... Sérð hvað við erum litli villimenn, bara ég sé nakta konu og ég er í áfalli. Það er þetta reið, sko. En þú reynda byrðið ekki í Breiðholtinu lengur. Nei. Þú ert komin hinum með við brautina. Já. Og... Ég hef ekki búið í Breiðholtinu lengi, sko. En ég ólst þar upp, sko, þannig að... Já, varst þú harður fyrir Breiðholti ef ég heyrst? Ég Breiðholti var hrættuð mig. Já. Nei, þetta er ekkert grín, sko. Já, það? Ég var bara, fólk var hrætt. Hvernig varstu sem úlingur samt? Ég var með buxuna nýra á hæla. Ég var alveg með buxuna, sko... Er þetta myndlíking, eða... Þú veist, ég var hlusta á rap, ég var í víðum fötum og buxuna voru fyrir neðan raskinn og neðan pung. Ok. Og ég var með syngbóða. Svona pager. Já.
og eina skipti sem að þú veist, eins og allir bara, þú veist, einhver landasalar eða einhver svona dópsalar eða eitthvað þeir eru voru með svona pagers. Já, ok, þannig að þetta var svona eitthvað töff. Já, það var góð. Einu skipti sem að ykkur pageaði mig, þá var að mamma bara láta mig vita að hann kom kvöldmættu, skilur. En ég var svona, það var að kíkja, var að fá skilabóð í pagerinn, sko. Var það þannig? Þegar þú veist, fólk með pager, þetta var kannski svona meira business fólk eða fólk að gera eitthvað. Þú sást bara eitthvað númer sendir, þá var það að byggja þig að ringi sig, skilur þetta. Já. Á hvað það finnst, hvernig hætti það? 90 árið 1827. Já. Þú takar næsta hestvagn heim. Já, þannig að, nei, ég var svona, já, en ég var samt bara, nema bara í víðum fötum. Já, ég sé það fyrir mér, sko. Ég var svona, bíp, 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 mamma hringja. What? Það fyndin, sko. What? Svo stóðst bara stjarfur. Að þetta var engin fyrirvari, skilur. Það bjóst engin við þessu. Ég líka fór að hugsa svona, má þetta? Já, nákvæmlega. En þetta list, þannig að það má. Það má til dæmis líka reykja upp á sviði. Já, það var eitt sem reykti. Já, en það einhvern veginn, það tækla sig má á uppistandi reykja upp á sviði. En við gerum það aldrei. Nei. Við líka reykjum ekki. Nei. Ég reyndi það. Já, þú reyndir að reykja. Já, ég var bara alltaf maður. Shit, maður. Djöfulli reyndi ég, maður. Þú reyndir? Já, ég bara gati ekki. Já. Það alltaf með afsakninga. Mamma var að peitsa mig. Það heyrðist ekki neitt hljóða. Nei, ég var bara hvítur framan á ælandi. Já. Æ, Jesús, þú var alltaf að reyna, sko. Já. Og svo, ykkur tíma nokkum árum, eða þú veist, ég var hann eldri og mamma sagði eitthvað við mig, ég er svo stolt að þér að þú hafði aldrei látið undan þristingi og byrjaði að reykja. Ég reyndi svo mikið. Ég bara, líka minn bara höndlaði ekki reyk. Hún held að ég hef bara verið nei, ekki fyrir mig. Þannig að maður líka, já, maður villilega börnin sín, sko, af því að ég veit ekki, ég var að pæla í þessu, sko, það eru margir sem er aldrei boðin að gera eitthvað svona. Nei. Það er eiginlega verra heldur en að vera boðin að gera eitthvað svona. Þú veist, að reykja og eitulif líka, það er ekki gott að krakka sig að gera eitulif. Nei. En þú veist allan að krakkin er nógu cool til að vera boðin eitulif. Hínum Arnóri Daða var aldrei boðin eitt. Oh my god, það er rétt því að takk. Wow. Þess vegna er hann successful í dag. Akkur stoppaði ekki bara þannig að mér á bóði ógeðslega mikið eitulum. Meni, það er ennþá verið að bjóða mér eituluf. Já. Þó að fólk vita að ég sé eitru. Það er bara eitthvað svona, hei, þú komin á bað og eitthvað svona, nei. Svo kennst ég að þú veist, hann var að bjóða mér að sjúa sér tipp og ég er svona, æ, fuck, sagði hann það ekki? Ég held að það var eitthvað dóbrugl. Ef ég sagti frá því þegar gaur, ok, ég veit ekki hvað, jú, segjum það. Við erum alveg búnir. Þú var endað þetta á einhverju svona á léttum nótum að taka inn á barbygginu á má segja það. Þú var að gera bíp ykkar staðadóðar. Já, ok, já. En ég fór hann inn og við vorum bara, þú veist, að chilla, að bara, þú veist, að skoða lyklana hjá okkur öðrum, bara sína lyklana okkar. Sko, ég trúði þú safnar mynd. Ég get alveg trúið að vera spenntur í ykkur lyklum, sko. Nei, þetta er áður en ég safna mynd að því ég geri þetta ekki lengur. Já, þá fer all svo ork í eitthvað allt annað. Ok, þetta var mjög gott samt. Ég trúði þér alveg upp að vera gett spenntur fyrir lyklum. Ef ykkur annars sagt þetta þá ég hlegið ógeðslega mikið, þetta fyndið, skoða lyklana hjá okkur öðrum. Ég trúði þér bara. Vorum, þú veist, taka í nefið með lykil. Já. En þú veist, það skiptir ekki máli, það er ekki pointið að sögunni. Við vorum að prakkarast inn á baðherbyggi. Sem okkur. Og við vorum eitthvað að prakkarast og síðan segi gauðinu við mig, þú veist, hérna, ok, viltu ekki bendi síðan niður, sko. Viltu ekki fara, viltu ekki að gera það?
eitthvað, hann tekur tippið á sér út bara svona, getur ekki svoja ég eitthvað svona ég held ennþá þessi brandari bæði svona eitthvað, ok, en það er ekki að fara út og svona, nei, þú veist, ég er að jóka bara, og svo, síðan gera hann alltaf aftur og er alltaf að stoppa hurðina svona eitthvað og meðan ég er að fara út bara svona, viltu ekki hérna þú veist, já, er alltaf að íta þetta svona, endur að því bara, þú veist að þú sagst hann bara nei. En enda með svona að ég er svona eitthvað mjaka mér út og að þá byrja hann að þykjast að hann að vera að grínast sko. Og ég er svona, já, fyndi grín fyrir í græna herbyggja og er bara svona bara eitthvað miður mín bara eitthvað, hvað er í gangi hérna og segi Andrew Simfrá og hún fannst þetta svo fucking fyndið sem let mig líða mikið betur með þetta af því að þetta var eiginlega bara þetta er náttúrulega bara áreitið, skilur já, en hann var samt mikið minn en ég þetta var lágvaxinn og svona rosalega grannur gæði og ég svona, það var engin ógn en þetta var meira ég bara svona hafa áhugjur og svona, er ég ekki góður í að lesa þú veist, átti ég að pikka upp á þessu kannski varstu búin að vera að geða mikið já, hélt hann að ég var nei, og svo var líka pointið hans var eitthvað svona á meðan við vorum leiðin og barbekja þá var hann eitthvað svona, ég elska að djókið það sem þú talar að þú sett samkynniður og ég eitthvað svona, what? Og þá var hann að tala í Tinder dæminu, mannstu brandarinn sem ég gerði með Tinder þá var brandarinn akkurat að ég væri ekki já, að Tinder heldi að ég væri samkynniður en hann var ekki að hlusta þegar hann var út úr kóka og bara græður og var geðið spenntur já, hann sá mig gera þetta bara svona, fuck hann, ég ætla að fá hann á barbekja og láta hann sjúga mig já. Veit ég hver þetta er? Ef ég myndi sína að mynda hann, þá myndir þú að vita hver hann er, sko. Þetta er svo reynda, þú veist, ég kynntist þessum gæja aðeins eftir á, hann er edru í dag og hann er bara mjög fýtt gæja. Þetta mynda hann? What? Það vesti er, ég veit aldrei hvernig það var endist að það heiti. Svona. What? Góða nótt. Glata.